Stundum gleymi ég hver ég er, ekki af því ég vil það, heldur af því að samfélagsmiðlar segja mér stöðugt hver ég á að vera. Samfélagsmiðlar búa til fullkominn heim, líf sem virðist betra og fallegra og meira, og ómeðvitað byrja ég að bera mig saman við aðra. Við gerum það öll. Þegar ég skrolla, breytist sjálfsmynd mín hægt og rólega. Hún byrjar að mælast út frá öðrum en ekki mér. Hugsanlega sjálfið, sú útgáfa af mér sem ég held að ég eigi að vera, verður skyndilega stór og óraunhæf. Það versta er að sjálfsmat mitt brýtur mig niður og segir mér að ég sé ekki nóg. En þegar ég ber mig saman við eitthvað í hvert einasta skipti sem ég opna símann, hvernig á sjálfsmat mitt að vera stöðugt. Í dag skipta máli allar þessar tölur, öll þessi likes og komment. En kannski er lausnin einfaldari en ég held. Kannski þarf ég að muna að sjálfsmynd mín er ekki mynd á skjá. Hún er sagan mín, hún er reynslan mín, hún er hugmyndirnar mínar og hún er mistökin mín. Sjálfsmynd er lifandi. Sjálfsmat er breytilegt. Við erum öll að reyna að finna hver við erum. Og samfélagsmiðlar eru bara lítill hluti af heiminum. Þannig ég spyr mig að nýju. Hver er ég þegar ég loka símanum? Hver er ég þegar enginn er að horfa? Ég er einfaldlega bara ég.